Heil og sæl og velkomin í þáttinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala ættleiðingu og ættleiðingar og bara það ferli sem að fólk gengur í gegnum þegar að það tekur ákvörðun að ættleiða barn og kannski svolítið aðdragandan að því. Þetta getur hann og náttúrulega mismunandi hjá fólki en ég búin að fá til mín hingað í þáttinn frábær hjón. Heimi Bjarna Ingimarsson og Önnu Rósu Friðriksdóttur, verið velkomin. Takk fyrir. Til þess að segja okkur, þið eru svo yndislega að vilja koma og segja okkur frá þessu ferli sem þið fóruð í gegnum, þegar þið ættleiddu ykkar dreng frá Kína og aðeins líka kannski aðdragandanum að því og undanfaranum að því og ég sagði nú við ykkur, þú veist, ég veit að þetta er mjög persónulegt að ræða þessi mál, en ég veit að líka á saman tíma er það mjög dýrmætt fyrir aðra að heyra þessa sögu, margir sem geta speglað sig í henni og líka margir sem geta lært af henni. Bæði þeir sem að gangi í gegnum það sama og líka bara fólk sem stendur nærri og kannski veit ekki alltaf hvernig það á að bregðast við eða hvernig það getur verið stuðningur og hvað er ógaglegt og hvað er gaglegt í viðbröðum. Sko, áður en að þið taki ákvörðun ættleiða að þá gangi því í gegnum tæknifrjóvgunarferli og svo framvegis. Þið til að segja okkur aðeins frá bara aðdragandanum að því og öll í kringum það? Já. Já, þetta er náttúrulega bara hefst á því að við vitum náttúrulega að það er ófrjósemi hérna í gangi og þá náttúrulega förum við bara að leita leiða til þess að og örugglega kom í mann ekki alveg hvort við hugsuðum ættleiðingu fyrst eitthvað en það var alltaf það var alltaf hjá mér sko, mjög sterkt. Já, það er strax komið upp í hugan. Já, og raunir bara frá því að ég var krakki sko. Þetta á sér mjög langa sögu en hjá mér. Alltaf tók þetta mjög spennandi. Og svo þegar það er ljóst að við munum ekki geta eignast barn án aðstoðartækninnar og þá samt einhvern veginn förum við bara á stað í ættleiðinga. Okkur langar náttúrulega eignast þetta á svona eðlilegast þann hátt sko, eins og fólk vill náttúrulega. Og við förum bara á stað í þetta og við tekur bara rúss í banni í þessu öllu saman og náttúrulega skýtt með peningana en samt þetta er rosa peningar sem fara þarna í þetta. Það má alveg koma hérna fram, þetta er alveg ótrúlegt og ekki niðurgreitt eða hvað? Það var niðurgreitt þegar við vorum þarna en svo á tímabili hætti það og við vorum eiginlega bara... komin yfir X fjölda meðferða, þá er það ekki lengur. Nei. Þá er ekki lengur. Þannig að við svona vorum... Þú spyr ég bara eins og barn, sko, hvað kostar þetta, skilur? Hvað heldur að þið hafið greitt mikla peningur eigin vasa? Ég myndi giska á kannski 3 milljónir. Já, hver svona meðferð var alveg svona kringum 400,5 milljón held ég. Man þetta ekki alveg nákvæmlega en þetta var á einhverjum 100.000 sko, hver meðferð og náttúrulega alla ferðirna suður og svona. Það var ekki hægt að gera þetta hér. Og við fengum nú eitthvað styrk náttúrulega á móti en svo kom hann tímabil sem að við vorum eiginlega bara að gefast upp á þessu og vorum svona bara peningalega séð líka og andlega, þetta var bara búið og ætluðum bara svona að fara að skoða aðra hluti. Vinir okkar söfnuðu sérst fyrir okkur þannig að við kæmumst í eina í viðbót eða má segja, ég veit það ekki og þannig að við ákváðum að fara í síðustu. Við kýldum á það og það hefnaðist ekki. Nei. Þannig að þetta snýst í raun og veru það svolítið bara hvað maður bara þolir andlega að ganga oft í gegnum þetta. Það er enginn sem kemur og bara utanfrá í kerfinu og bara stoppar þetta og segir, heyrðu, nú er þetta ekki hægt lengur. Jú, sko, ég held alveg svona upp að þessu marki þá eru læknarnir alveg sem stoppa og segja bara nei, heyrðu, eða stoppa þannig. En þau söðrendur alltaf við okkur að það leit allt vel út og það var engin ástæð til þess að ætla þetta myndi ekki ganga. Þannig að þess vegna heldum við bara áfram og Sko, þið farið í níu sinnum í meðferð. Maður alltaf að segja meðferð, sko, þá finnst bara eftir sem séu að tala áfengismeðferð en sem þegar fólk kæmi óvænt inn í þáttinn þá bara voru þau í áfengismeðferð. Nei, en þið farið sko 9 sinnum í þessa meðferð. Gengur maður í gegnum bara sorgarferli í hvert einasta sinn sem að þetta gengur ekki upp? Er þetta ekki ofboðslegt, sko, eins og þú varst að segja, bara rússíbanareið? Er þetta bara ekki endalaust? Milli vonar og ótta? Jú, það er bara þannig, sko. Þetta er bara alltaf þessi von. Já, maður er alltaf hvert einasta skipti vonar maður og er raunalveg ótrúlegt að eftir þessi 9 skipti þá var maður ennþá vonaði maður ennþá, hélt ennþá í vonina.
það var alveg ótrúlegt. Það maður hefði ekki gefist upp, sko. Þetta, já, það var alltaf þetta sorgarferli sem það gekk gegnum, sko. Og hvernig tókust þið á við það svona, já bara til dæmis saman sem hjón, sko, því það hlýtur líka svolítið að reyna á bara sambandið? Já, vissulega. Og ég get svo sem held ég ekki útskýra nánar, sko, hvernig við tókust á við þetta. Þetta var bara svo, við vorum bara svo samhent einhvern veginn og við bara tókum við náttúrulega á þessu í sikkura lagi og saman, þetta var bara svona allavegana. En ég get svo sem ekki svaraði beint svona lýst í nánar hvernig þetta var. Þetta var svo misjafnt hvert skipti. Mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gert okkur mun nánari. Já, ekki spurning. Við gengum hérna í gegnum þetta, við gerðum þetta á 9 meðferðir á 3 árum. Já, það var 3 ára. Og ég held bara að þetta hafi gert okkur sterkari. Og einhvern veginn þá var maður, líka bara vissari. Þetta maðurinn sem ég vil vera með og þú veist, því að hann stendur algjörlega sem klettur hjá mér. Og bara opinberun á því. Já, og veitti mér stuðning, hvað þetta? Ég held líka ofta að þetta lendir, því að líkamlega þetta á konunni, sko. Allir þessi hormónar og allt þetta, sko. Þannig að fyrir þá þetta örugglega oft svolítið erfitt að vera svona á hliðarlínunni, sko. Vera einhvern veginn alveg partur af þessu en vera samt á hliðarlínunni, sko. Geta ekkert gert. Þú veist, vera alveg reyna að standa sig en geta ekkert samt. Því þetta meira en að segja. Hefur þá einhver ráð og hafið einhver ráð til fólks það, sko, sem að einhvern lærdóm sem þið dróðuð að því hvað sko gott að gera í þeirri stöðu þegar maðurinn upplifir sér vanmáttuguna því hann er ekki að gangi gegnum það sama. Þú veist, er það bara þetta gamla góða að tala opið það, hvernig mann líður? Já, algjörlega og að hitta aðra sem eru að ganga gegnum þetta, það er það sem hjálpaði mér, sko. Alveg bara definitely, sko, því að maður var svo einn. Og svo hitti maður einhvern sem maður gat tala við þetta, þá náttúrulega líður manni betur. Og þú gerðir það bara ákvaðst að leita það uppi eða var það bara tilviljun? Nei, ég ákvaði ekkert sjálfur af því ég náttúrulega vissi ekkert hvernig ég átti að haga mér í þessu öllu saman en það var þegar við ákveðum að fara að ættleiða, þá fórum við á námskeið sem var fólk þarna sem þetta bara opnaðist þarna og maður gat talað þetta, sko. Það var það sem bara manni leið, það var eins og bara þungu fargi að manni létt, sko. Þar kom kannski bara svolítið úrvinnsla. Þar kom úrvinnsla, algjörlega. Og bara þeir sem í þessu, ég bara mæli með því að fólk bara leiti að samfélagi sem hægt að spjalla þetta, sko. Þetta bara maður sé ekki einn. Algjörlega, sko, þetta er svo algengt. Og svo væntanlega maður heyrir það allavega oft, ég veit náttúrulega ekki hvernig það væri ykkar tilviki en ég heyri það oft fólki sem hefur verið að gangi gegnum svipaða hluti á því að svona það fær oft og oft það auðvitað vel meint af því við vitum það að allan fólk sem stendur manni nærri það vill manni vel og en það geta oft komið klaufalegar athugasemdir og ábendingar eða þá að fólk einhvern veginn bara því finnst svo erfitt að sjá ástunum sínum líða illa að það ætlar bara að reyna að leysa einhverja hluti sem það getur ekkert leyst en hvernig upplifið þið það? Hver var ykkar reynsla af svona umhverfinu þegar þið voru gangið gegnum þetta? Já. Það var svona sumir einstaklingar sem voru erfiðir, sko, þú veist, gátu alveg svona spurt, þú veist, jæja, nú kemur þetta, þú veist, og svona, þannig að það var, já, erfitt að eiga við það, en svo voru aðrir sem sýndu þessu skilning og voru ekkert að spyrja. Hvað fannst ykkur gott? Fannst ykkur gott að fólk væri að spyrja ykkur, eða, þú veist, hvað hefði þið viljað, sko? Nei, mér finnst eiginlega, sko, mín regla var svo, ef ég vil tala þetta, þá tala ég þetta. Þannig að fyrra bragði. Og ég gerði það bara svona við þá sem og við vorum mjög opið með þetta. Svona undir það síðasta, kannski ekki alveg fyrst. En fólk náttúrulega vill vel og eins og segir að það vill þetta gangi upp og allt svoleiðis. En fer bara ekki rétt að því því að kann það ekki. Það veit ekki hvernig það á að haga sér í kringum þetta. Þannig að það er alltaf það. Það er eðlilegt, sko, held ég. Það er þekkt þessi góðu ráð, sko. Já, góðu ráðin, já. Sem að fólk fær. En gæti verið snjallt hjá fólki sem auðvitað hugsa, og ég veit ekki hvað ég ætti að spyrja fólk að eða eitthvað, að spyrja bara að hverju á ég að spyrja. Þú veist, má ég, þú veist, er eitthvað sem að þú vilt tala við mig, sko, er eitthvað sem að þér finnst gott að spjalla við mig Þú veist,
vera nærgætið bara og þannig að þú veist, eins og hún sagði að þetta verður að koma fyrrabragði frá þeim aðila sem að ganga í gegnum þetta, sko. Bara eins og held ég með margt sem viðkvæmt, sko. En svo takið ákvörðun að ættleiða og þú er náttúrulega búin að segja að það er eitthvað sem hefði blundað í þér, jafnvel bara frá því þú varst barn, sko. En munið eftir, þú veist, tímapunktinum þar sem að þið bara komist að þeirri niðurstöðu að það væri leiðin. Ég man eftir, sko, þriðju meðferðina. Já. Ég man bara eftir þessu mómenti. Ég labbaði inn og ég segi við Heimi, nú bara förum við að skoða ættleiðingu. Og það var 2011 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við einhvern veginn svona fórum aðeins að kynna okkur þetta. En svo það ekki fyrir 2012 sem að við svona einhvern veginn, þá förum við í viðtali á íslenska ættleiðingu. Þá var þetta svona orðið, eiginlega svona nokkuð ákveðið að við erum að fara þessa leið, sko. Já. Og eftir það viðtal þá var bara eins og var bara allt farið, sko, það sem undan gengið, sko. Af því við vorum búin að ákveða einhverja leið sem við vissum að myndi ganga. Því fylgdi léttir sem sagt? Mjög. Bara mjög mikill léttir að ákveða þetta. Og upplifðu það bæði? Áttu það var reynslu sameiginlega? Já. Algjörlega. Og þá bara var þetta komið verkefni, annað verkefni sem við vorum komin í, búið með hitt og þetta var orðið svona jákvæð, hvað segir við, þetta voru skemmtilegra verkefni. Eitthvað sem þið vissuð að yrði þá að veruleika. Það var barn þarna einhverstaðar. Það var það sem var jákvæð í þessu. En hvenær, það var aftur annað mál. Og svo náttúrulega, maður hefur heyrt það að fólk bara gerstrípað í aðdraganda þess að fá að ættleiða. Þetta bara, þið bara þurfuð að vera hálfpartur móður Teresa endurfædd til þess að það bara þannig. Maður bara veit alltaf að fólk hefur ættleitt, það bara hlýtur þetta gott fólk. Frábært fólk. Já, frábært fólk. En svo get ég að eitthvað, þú veist, verið bara eignast mín börn og enginn að fylgjast með því hvernig ég sko. Nákvæmlega. Þetta svolítið merkilegt. Það bara skiptir öllu máli að fólk sé vel undirbúið og það sé gott fólk sem að gera þetta. Því að þessi börn eru virkilega þurfa á því að halda. Þannig að, og maður byrjar að fara á námskeið í íslenska ættleiðingu. Við komumst nú ekki fyrir 2013 á námskeið því að það var einhver skortur þarna á tímabili. En þannig að við fórum þarna 2013 á námskeið. Og það námskeið var svona fyrir fólk til þess að ákveða endanlega hvort það ætlaði að fara svo leið eða ekki. Það heitir mér að segja bara, ættleiðing fyrir mig? Já. Og hvað er verið að kenna til dæmis á svona námskeið að fara yfir? Það er bara verið að fara yfir hvað snýst, hvað er ferlið og það er verið að sýna líka bara hvernig þetta er úti og hvað er í boði og svo líka bara þetta samfélag að hitta fólki sem er í þessari stöðu. Það var mikið spjall og svona í kringu það, sem var einmitt mjög gott. Og eru þau kannski þarna að taka ákvörðun það, sko, hvort þið viljið sækjum ættleiðingu innanlands eða utanlands og hvaðan utanlands eða voruð þið að velta, sko, ég myndi þið hljóti, ég myndi að hafa velt því fyrir ykkur, þú veist, viljum við ættleiða íslenskt barn eða erlent? Það er annað, sem sagt, batteri. Það er í gegnum Barnaverndarstofu sem að íslenskt, svona þegar börn er tekin í fóstur og svo ættleitt á Íslandi. Það er Barnaverndarstofa, en íslenska ættleiðing er eingöngu erlendis frá. Erlendis frá, Þannig að það kom að þið hafa alltaf verið ákveðin í því að ættleiða erlendis frá. Voru alveg samtaka með það. Já. En við hugsaum líka hérna á Íslandi, sko, við vorum alveg að pæla í því, en það var samt, dró meira náttúrulega, þetta erlendis frá, sko. Og þegar kemur að því að ættleiða eða ákveða, sko, að ættleiða erlendis frá, ég meina, hafið þið eitthvað að segja hvaðan? Já, maður velur það bara sjálfur. Já, ok. Og þá horfum við náttúrulega á, sko, bara í raun og veru aðstæður í hverju landi fyrir sig, hvað er að gerast. Þetta er svo misjafnt, sko, hvað er að gerast í bara í heiminum á þessum tíma. Hvað er löng bið og allt það. En við vorum samt alltaf hrifin af Kína, eins og annar að segja, sko. Það er eitthvað sem dró sterkt, sko. Þannig að það var eiginlega aldrei spurning, sko. Nei. Þið voru ekkert eitthvað svona vega og meta bara, heyrðu... Nei, það var ekkert annað sem okkur fannst komið til greina og við ætlum semst af þessum sérþorralista. Við sækjum á honum. Já. Af því að ættleiðingar umhverfið af þessum venjulega lista sem að stúlkurnar komu þarna af. Það er eiginlega bara ekkert að gerast þar. Þar er verið að afgreiða umsóknir síðan
2006 eða eitthvað álíka. Já, ennþá bara. Ennþá. Það er löng, en því talum sérþarfist að þá var það sko drengur með einhverja sérþarfir sem að kemur til greina. Já. Það var þetta að krossa bara í hvað við treystum okkur til að taka við. Já. En það er ekkert gefið að það verði fyrir valinu. Af því að þetta val eða þegar það kemur barn, þá þarf að hafa hraðar hendur. Já. Og þeir sem vinna fyrir íslensku ættleiðingu í því að þau náttúrulega gera sitt besta til að finna svona match saman við það sem búið að velja. Okay. En það gengur ekkert alltaf upp. Og þá verður bara fólk að segja af eða á eða það er rosalega erfitt að fara þá leið. Já. Og ég held að við vorum bara mjög heppin held ég. Það sem við fengum. Gáttu þið satt já bara við fyrstu ringingu? Nei, því miður. Það var nú ekki svoleiðis. Nei. Það var ekki hægt. Nei. Það eru margir sem að gera það, sem að lenda í því. Já. Og en okkar svona tafðist svolítið og bara svona gerast hlutirnir. Við sækjum 2014, umsóknin fer út í febrúar 2014 og við fáum að vita breka í mars 2015. Hvernig er þetta? Það er bara hringt í ykkur eða? Já, það er bara hringt í okkur og það er bara komið barn og þá fáum við að sjá skýrslu og við lesum hana yfir og mynd, ef við viljum sko. Já. Það er ekkert, við þurfum ekki að sjá mynd, það getur náttúrulega verið svo tilfinningilegt. En við vildum alltaf sjá mynd sko, það segir svolítið mikið náttúrulega. Og þegar við lesum þessa skýrslu að breka, þá er þetta bara ótrúlega nákvæmt og akkurat bara það sem að við treystum okkur í sko, og erum bara heppin. Og hvaða sérþarfir var tekið fram að hann hefði? Hann er með hjartagalla og upp á milli slegla í hjartanu. Og hann fór í aðgerð út í Kína og bara svakalega vel gert og þetta háir honum ekkert í dag sko. Nei. Búinn að fá toppskoðun hjá öllum læknum og allt sko, hann er hress. Hvað er hann gamall þegar þið farið út til að sækja? Það er rétt að vera 2. Já. Við náðum 2 ára afmælinu, það er bara 2 dagar að náður. Og hvernig til dæmis bara leið ykkur í fluginu út? Ég meina hvernig, það þýttur náttúrulega langt flug, sko. Já. Er allir þessi ekki bara, þú veist, það eru hríðar. Já, það er bara rétt, sko. Maður er alveg ruglaður. Svolítið í móðu, sko. Man er ekkert eftir þannig sko. Það er bara náttúrulega, maður man bara best eftir því þegar við fengum hann í hendunar. Allt hitt er einhvern veginn. Svolítið í móðu. Svo bara lendiði, býtu hvar í Kína? Í Peking. Í Peking? Já. Og tekur ykkur á móti ykkur þar eða hvernig var það? Já, maður er alveg bara vafinn í bómull. Það er líka lúxusdæmið sko, þannig. Það er ekki að hugsa. Nei. Það er bara einkabílstjóri og það er búið að panta hótel og skipuleggja ferðir og þú þarft ekki að hugsa neitt sko. Þetta er bara eins og kongur Enda ekki eitthvað svona bara leigum bíl og svo erum við með adressu. Við vorum alveg leiti í gegnum þetta allt saman. Þannig við vorum þarna, einhverja 2-3 daga í Peking fyrst. Áður en þið hittu það? Já, og svo fljúgum við í héraðið hans. Hann er frá Jilin héraðið sem er fyrir ofan Norður-Kóreu. Þannig að við fljúgum þangað. Stutt flug, það var stutt að fara. En af hverju þurftu að vera hann í Peking fyrst? Var það bara eitthvað formsatriði? Þeir eru svona með ferðir sko fyrir þá sem eru að koma og vilja náttúrulega kynna landið. Þetta er svona svolítið mikilvægt fyrir þau að við kynnum stundinu sem við erum að ætla að batna frá. Auðvitað, það er náttúrulega líka mjög jákvætt. Það er bara eitthvað þessa tengingu sem barnið þarf að náttúrulega bara mjög stoltir af sínu sko. Já, og með að vera það. En þetta er náttúrulega misjafnt. Sumir fljúga bara beint nánast í það sem að barnið er. En við lendum í að vera 2 daga og það er bara allt til að. Ég held þessi langa algengast. Þú ert þarna og svo fórum við þarna bara. En fóruð þið þá með einhverjum hóp? Var hópur fleiri foreldrar eða voru bara þið? Það voru bara við. Og segið mér aðeins frá því þegar þið komið á staðinn þar sem að hann er. Ég meina. Það var fyrst svolítið skrítið. Við komum inn á hótelið sko. Spes sko. Áður en við fáum hann. Það var bara barnarúm. Upp á hótelherbergi og við bara tómt barnarúm. Tómt barnarúm. Þá var þetta alveg orðið raunverulegt. Og þetta er rosa skrítið. Svo vorum við bara pikkuð upp á hótelið og
og keyrt á bæjarskrifstofuna og þar sem við erum sett í lítið herbergi með einhverjum manni þarna sem er við skrifborðið bara og að svona spyrja okkur einhverjar spurningar og svona eitthvað og meðan við bíðum. Og svo tókum við bíð sem var ekkert sagt eða neitt. Það bara, hann alveg að koma, barnið alveg að koma. Þannig að þetta var svona spennuð þrungin stund þarna. Bara má ég fá mænudegum? Svo var þetta bara yndislegt. Svo birtist hann þarna og komu 2 af barnaheimilinu með hann og hann, þú veist, þegar maður skoða myndirnar eftir á, hann náttúrulega mjög ringlaður. Já. Og veit ekkert hvað í gangi. En svo mjög fljótlega alveg sogast að. Já. Og það var bara yndislegt að hann gerði það. Já. Við sendum út svona pakka áður en við fórum. Já. Og það í pakkanum var meðal annars myndaalbúm. Og þar voru búin að setja myndir af okkur. Og það var alveg augljóst að þau voru búin að sýna honum þessar myndir. Þau voru svo með myndaalbúm á skrifstofunni og voru að, þú veist, sýna honum. Þetta mamma og pappi og mamma og pappi eru komin. Fagleg vinnubrögð. Já, hann undirbúningur á góðu, sko. Já. Og líka bara, sko, hann hefur greinilega fengið góða örvun hjá þeim sem hann var hjá, sko. Það svona svolítið mismunandi. Það mjög mismunandi. Hann var á fósturfjölskyldu í ár. Já. Þannig að hljóp hann bara í fangið á ykkur eða? Nei, ég segi það ekki. Nei, hann var settur svona gólfið og við fórum eitthvað að leika við hann. En svo sagði barnfóstran bara, takkt hann bara upp, hún svo gott að láta knúsa sig. Já, það er alveg. Tók hann upp og svo var hann bara í fanginu með það sem eftir lífdags í rauninni. Og hvernig leiði ykkur? Ég fæ bara svona gæsa og ég bara, þú veist hvernig, fyrir maður bara að gráta eða þú veist. Þetta heldur bara besta tilfinning í heimi, þetta örugglega bara eins og eignast barn að venjulega. Það er bara þannig, þetta er bara rosa. Af því þá líka sér maður nýja veru sem maður hefur aldrei séð. Já. Það er líka þannig, sko. Ég var alveg, ég fór ekki að gráta hana. Nei. Ég var alveg búin að búa mig undir það. Og ég hugsa oft það bara, hvað var að mig? En ég veit ekki, ég var bara í einhverju leiðslu. Ég var bara þarna. Já. Svo var eftir að koma með þetta barn. Taugakerfið getur orðið svo þannig, sko, að maður verður dofinn, sko. Maður verður meir þegar maður horfir síðan á myndirnar eftir á, sko. Já, það er örugglega þannig. Þá koma þessar tilfinningar, sko. Og svo bara takið hann og fljúið með hann heim. Já. Eftir svolítið mikla pappísvinnu. Svo einfalt. Nei, ok. Það var alveg... End of story. Við þurftum að eyða mjög mörgum klukkutímum í pappísvinnu með hann, sko. Ok. Og hann var bílveikur og flugveikur og allt, sko. Og bara stressið og allt þetta. Svo förum við aftur til Peking. Já. Og það sem við þurfum að fá vegabréfið. Já, fyrir hann. Og svo fljúgum við heim. En þetta var bara 12 dagar. Já. Við vorum bara 12 dagar úti. Og hvernig voru fyrstu dagarnir með hann eins og bara næturnar og svona, ég meina svafan og allt svoleiðis eða? Já, hann vaknaði, hann grét þarna. Var dálítið svona rosalega fyrstu nóttina. Óvær. Já. Óöryggi. Já. Og allt það. Þá held ég að hann hefur fengið bara svona sjokk. Þetta hvar er ég og allt þetta bara. Og hann er alltaf 2 ára þegar við fáum hann er eitthvað verið að tala kínversku. Jú, hann talaði kínversku. Já. Og heldur pínu í sérstaklega 1 orð. Er það? Þegar hann fór að sofa þá segir hann, ég ætla að fara að dála. Ég ætla að fara að dála. Og hann er meira þess að búin að setja það alveg í íslensk form, sko. Hann er komin alveg með lýsigrátt nútíðar, dálandi og dálaði og maður alveg, já. Sko í dag er hann, 3 og hálfs, nei, hvað sögðu þið? Já, hann er fæddur í maí. Hann er fæddur í maí, já. Rúmlega 3 ára. Já. Og íslenskan, hvernig, talar hann mikið? Já. Ótrúlegur. Hann bladrar bara út í eitt. Já. Það er svo örugglega allir segja börnin sín, hann er mjög klár. Já, hann er snillingur. En það er oft með þessi börn samt auðvitað þau geta verið eftir og allt þetta í málþroska. Við höldum að það sé allt á réttri leið með hann og hann er alveg bara, fær alltaf mitt og skoða. Það er alltaf að vera að gefa honum smá breyk, sko. Ég meina, hann voru alltaf búin að tala kínversku fyrstu 2 ári, það er alltaf,
Ég söknaði svolítið að hann kunni nefnilega að segja, hann sagði þetta rosa krútlega, og setta hendurna þá. Og alveg bara, Bræddi okkur alveg þarna fyrst, en nú gerir hann þetta ekki. Við erum búin að reyna, en það... Nú er hann bara orðinn Íslendingur. Nú er bara Íslendingur. Bara orðinn rútur, íslenskur rútur. Það er alltaf það tötsið kínverska. Af því að það var svo fyndið, þegar hann kemur upp á hótel með okkur í fyrsta skipti. Það allir eru nýföt og skór og það verður svo, hann er svo þakklátur. Andaktur bara yfir þessu. Og einmitt, og þakkar svona innilega fyrir sig og hann alveg bara buktar og hann fer alveg niður í gólf, Og búin að læra þetta greinilega bara hjá fósturforeldrum. Þakkar svona fyrir sig, Hann er búinn að gleyma. Hann er búinn að gleyma sig. Ég dátt! Kaupa! Já, íslenska neyslubandið. Það er komið. Já, mitt, já. Þetta er alveg yndislegt. Já, þetta er búið að vera ótrúlegt að fá okkur að heyra þessa sögu. Og bara takk Heimir og Anna Rósa fyrir að koma og deila þessu með okkur og við lærum heilmargt af því. Takk hérlega. Og við kveðjum hérna í dag og sjáumst aftur í næstu viku. Hafið það gott. Bless.